Góðan daginn, ágætu vinir og velkomin. Við erum að fara í þá ferð sem að Drottinn hefur undirbúið og fyrirbúið eins og áður og hlökkum við þetta til að heyra jánum hljóðið því að hjartað okkar, það elskar hann, trúar hjartað okkar, það elskar hann og þú elskar Drottinn með trúar hjartanu þínu. Hvað er nú trúar hjarta? Það kemur þegar við endur fæðistum. Þá fæðist fram þetta trúar hjarta, kannski má segja vakni trúar hjartað í okkur, því að ég held nú að öll séum við sköpuð með einhvað í okkur sem að gerir móttöku hans, mögulega. Og móttakan verður möguleg og það vaknar í okkur þetta trúarhjarta af því að heilagur andi sem hvarfi skilnistri góðs og ills er komin í manneskju aftur. Þessi andi sem við fáum þegar við frelsumstum, hann hvarf við skilnistri góðs og ills og við vitum af hverju hann hvarf þar. Manneskja, maður og kona, þau óhlýðnuðust orðum Guðs. Þannig við sjáum alvörun og bakvið það að hlýða því sem Drottinn er að segja. Hann talaði til þeirra og sagði þeim að ef þau myndu gera þetta, að þá myndu þau vissulega deyja. Og þau gerðu þetta og þau eru núna dáin. En myndin sem Guð var með uppi af þessu atviki var að þau myndu bara lifa. Við sjáum þegar við tölum með þessum hætti að við erum algjörlega að tala að okkar flestra áliti út í bláinn. Við erum með jarðarfarir fyrir augunum á okkur með einum öðrum hætti daglega. Allt meira og minna okkar líf. Ef ekki hjá okkar nánustu eða svona einhverjum ættmennum, þá erum við að lesa þetta í blöðum, tilkynningum í útvarpinu. Þetta er út allt. En samt var plan Drottins þannig að það átti enginn að deyja. En maðurinn er kominn og Drottinn segir hann, eins og allt annað, sér ekki eftir neinu. Og hann gaf sem sagt skapaði vitsmuna veru og vitsmuna vera hugsar sjálfstætt. Þannig er maðurinn skapaður. Þannig að í raun og veru getur engin maður séð né vita hvert leiði liggur með hvern og einn einstakling og Guð veit það ekki heldur. En hann kemur inn í þetta mál með allt sem þarf til þess að maðurinn velji það sem er rétt, rangt, rétt. Hann er með þetta rétta, en ég í holdi mínu getur að tósa upp þetta ranga. Og við sjáum þessa afstöð strax koma fram við skilnistri góðs og ills. Er það rétt að Drottinn hafi sagt, Guð hafi sagt að þið muni deyja eða etið af þessu tré eða eitthvað í þeim dúr. Þetta fekk manni til að hugsa allt upp og nýtt. Hann fyrir að draga inn afstöðu frá sjálfum sér og kemst að þeirri niðurstöðu að nei, þetta er nú líklega eitthvað, hann er ég að misskilja eitthvað. En Drottinn talaði, ef þið etið af þessu tré, munið þið deyja. En sjáu þið ekki hvernig þessi hugsandi vitsmun að vera, frábæri einstaklingur maður, getur dregið sjálfan sig á tálar. Það var einmitt það sem gerðist þarna við skilnistri góðs og ills, að bæði maðurinn og kona drógu sjálfa sig á tálar. Hverjum er þetta að kenna? Ef við viljum kenna einhverjum þetta, þá var alveg ljóst að þetta var maðurinn, þetta var konan.
hvað skeiði? Var það ekki hún sem teygði hönd sína eftir þessum bita sem að henni var rétt og stakk honum upp í sig og beit í? Sama gerði Adam. Hann teygði sína hönd fram að vilja og beiðni konu sinnar og hann beit í. Er það ekki þannig með þetta líf? Þegar við erum að skakklapast eitthvað út í loftið með eitthvað sem við gerðum, að í grunninn voru það við sjálf sem að tókum beygju sem við í dag, sum, ekki allir, vitum að var röng beygja. Adam og Eva, þau tóku ranga beygju. Mjög afdrifaríka ranga beygju. Og röng beygja er auðvitað misjafnlega afdrifarík en hún hefur alltaf afleiðingar. Afleiðingar sem okkur þykir ekkert þægilegar. Þetta er nú saga mannkyns. Og þetta er eitthvað sem að vaknar hjá okkur að því að trúarhjartað er vakið. Áður en þú fékkst trú, þá lofaði ég þér því að þú varst ekkert að velta þessu fyrir þér með þessum hætti sem hér er talað. Af hverju? Af því það var lokað á þessi skilningavit sem að fáði til þess að tala með þessum hætti en vaknaði við endurfæðinguna þegar trúarhjartað tók viðbragð og byrjaði að slá. Það var það sem skeiði. Eftir það, náttúrulega við veitum að heimurinn er bara á sínu stað. Hann skilur ekkert svona tal. En sé trúandi staðar, þá tekur hún undir þetta. Hún segir að þetta, svona var þetta. Gjöfin sem við fengum, sem heitir trú í Jesú nafni, hún hefur gert að verkum að við skiljum þessi mál að einhverju leyti. Kannski ekki öllu leyti en nóg til að vita hvernig þetta var. Og alvörun á bak við það að fara og fylgja því sem Drottinn er að segja. Vegurinn er þessi, lífsins vegur. Hann er beinn og allt það líklega, já, segjum það bara. En það kvíslast af honum alls konar leggir til hægri og vinstri. Og það er þessi leggir til hægri og vinstri sem er þetta varasama fyrir okkar líf. Og til þess að halda áfram að gera það sem er rétt í augum Guðs, myndu það, þá þurfum við að vera með í sambandi og í samfélagi við lifandi Guð og við annað trúað fólk og núna erum við komnir að þætti safnaðar. Ertu vinur safnaðar þíns? Veistu það bara, ég hef ekki hugmynd það. En ég bið til Guðs að svara þitt sé já. Og ég bið til Guðs að svara mitt sé já. Því að við eigum að vera vinur safnaðarins og söfnuðurinn á að vera vinur okkar vegna þess að söfnuðurinn, þú ert hluti af söfnuði, er fólk sem Drottinn hefur valið sjálfu inn í þennan söfnuð. Þetta er oft svo erfitt að sjá, það er svo margt sem er erfitt að sjá, þó við séum gegn heil trúa fólk vegna þess að við erum bara fólk. Við erum að sjá alls konar í öllum og engum. Í stað þess að taka þetta til hliðar, þetta er allt spurningum hvað við viljum, taka þetta allt til hliðar og þá lifir Drottinn bara í okkur og hann gefur okkur elsku til hverra annara og við erum að sjá þetta eftir elskuna í allt öðru ljósi.
og þá allt í einu söfnuðurinn orðinn vinur okkar. Sjáu þið ekki mikilvægi þess að hlýða orði Guðs til þess að við sjáum og gerum það sem hans vilji. Elski hverjir aðra, segir Drottinn. En við erum alltaf að tosa upp eitthvað annað sem gerir að verkum að við elskum ekki hvort annað. Hver þarf að taka sér taki? Ég bendi á þennan. Því ég get ekkert bent á neitt annan. Ég þarf að taka háttaskiti hugafarsins. Ég þarf að biðja Drottinn minn að gefa mér þessu augu sem sér söfnuðinn eins og hann sér hann og gerir söfnuðinn að vini mínum. Já, vini mínum. Og með viniðinn, í raunverulega viniðinn, þá gerir þú ekki allt til þess að koma frá honum. Það getur að vísu slest upp á vinskap, því miður gerist það nú. Það vegna þess að við erum hold og við erum andi. Þessi vinátta, hún nú oft bara gegnheil og gengur með manni og konu og fólki bara og meðan það lifir sjálft. En stundur líka hoggið á þessa vináttu. Það gerist sama með söfnuðinn, sem einu sinni var, já, besti viniðinn. Þú undir þér hvergi betur en inn í söfnuðinum. Hvað gerðist? Þú veist hvað gerðist. Það sem gerðist að afstaða þín fór að breytast. Og þannig það líka að þetta í raun þessi breyting sem við erum að sjá, hún fyrst og fremst hjá okkur í þessari afstöðu breytingu minni. Ef þú fer tilbaka, sem við gera það nú, við komum oft tilbaka hvert og eitt okkar, hvað við þá að sjá? Söfnuðinn eins og við þekktum hann. Hann bara þarna. En afstaða mín breytist að því að hann ekki lengur vinur minn, þessi söfnuður. Þetta gerist allt hjá okkur sjálfum. Og þess vegna líka höfum við orðið. Það styrkir í okkur það sem svona veikt. Hvað þetta annað en veikleiki þegar við umsnúumstum í huganum okkar og hjarta frá því að hafa átt vin sem heitir söfnuður í eitthvað sem við viljum helst ekkert vita af. Okkur jafnvel kvíðir fyrir að koma inn í. Hvað gerðist? Ef við fáumst til þess að skoða það, þá eru 99% líkur á því að ekkert hafi gerst. Nema, toppstykki mitt var eitthvað að grautast í mér. Sjáu þið ekki hvað rótin Hún liggur hjá okkur sjálfum. En, takt eftir einu, þessi mynd hefur verið til alveg frá syndafallinu. Við munum hvað Adam sagði. Konan sem þú gafst mér, hún teldi mig. Og konan, höggormurinn, dró mig á tálar. Dró mig á tálar. Konan sem þú gafst mér, teldi mig. Fekk mig til að gera þetta. En hvað með minn sjálfstæða vilja og mína sjálfstæðar hugsanir og vilja til þess að gera sjálfur það sem að þarf? Sjáum við ekki að við vörpum þessu öllu af okkur og yfir á aðra? Þetta gerist líka með söfnuðinn. Það er að segja, ef við gætum okkar ekki. Hann á að vera vinur okkar. Hefur einhvern veginn velt þessu með þeim hætti fyrir þér?
Og þú manst þá tíma í þínu trúalífi þar sem söfnuðurinn var þinn besti vinur og þér leið hvergi betur en akkúrat þar. Við sjáum í þessu ljósi að við erum að tala til veiklundaðra mann og kvenna. Og hvernig þarf ræðan að vera þá? Úr púlti, já bara ræðan almennt. Hún þarf að snerta á þessum þáttum. Hún þarf að byggja það upp í manninum sem að færa hann aftur á þann stað að til að mynda að söfnuðurinn verður aftur vinur hans. Það skiptir máli hvað sagt er úr púltinu. En þetta er ekki eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af. Því að Drottinn ann og elskar sinn söfnuð. Í augum Drottins er söfnuðurinn vinur hans. Annað er hvort Jesús sé vinur söfnaðarins. Þetta snýst alltaf Jesú á endanum. Gerum við hann að vinu okkar eða gerum við hann ekki að vinu okkar? Hann elskar allt sitt. Hann gerir kröfur til mínum að það sem hann elskar, það elski ég líka. Og það sem hann metur mikils, skal ég líka meta mikils. Og ég hygg að hann elski söfnuðin sinn meira flestu öðru. Því hann veit að það er staðurinn sem hans fólk, ég og þú, eigum í afdrep. Hann er gerður til þess að ég og þú sem trúaðar manneskjum eigum þarna afdrep. Þannig við sjáum bábiljuna að gera þetta atvik að óvinni okkar. Þessa stöðu að óvinni okkar og við jafnir kvíðin fyrir að hitta þetta fólk. Af hverju? Hvaðan kemur þetta? Það kemur innan frá, hjá þér og hjá mér. Því að þegar þú sest á þetta aftur, þetta er allt í bylgjum hjá okkur, þá sjáum við það gerðist ekki neitt, ekki nokkur skapaður hlutur. Það verður einhver stormur í vatnsglasi. En stormur í vatnsglasi er ekki alvarlegt mál, en getur orðið grafalvarlegt mál fyrir okkur. Er það rétt að Guð hafi sagt? Þessi rödd er allt og algeng. En ég segi, já, það er rétt að þetta sagði Guð. Að ég mætti ekki eta af þessu tré, því að þá myndi ég vissulega deyja. Hvað með trúna? Það er hægt að haga lífi sínu þannig, það er hægt að bíti einhvað epli eða eitthvað náður sem að deyðir trúna. Er ekki rétt hjá mér? Vitum við ekki að við erum með endalaust í baráttu við þessi atriði? Hver? Þú fyrir mig og ég fyrir þig? Nei, ég sjálfur. Ég get ekki bent á neitt annan ef að trúin mín er að dala. Ef að söfnuðurinn er ekki lengur vinur minn. Ég get ekki bent á neitt nema sjálfan mig. Það er nú málið. Og ég held, ef þú skoðar þetta mál og ert sanngjarn manneskja sem ég veit þú er, þá sérðu þetta þessu ljósi líka, því þú veist að svona er þetta. Svona verður þetta. Þetta er það sem Drottinn er að tala um. Og annað sem er grafalvarlegt mál en stórkostleg kennsla, að Drottinn gefur þér allt sjálfar hvert þú ferð. Já, vegurinn segjum bara beinn. Já, hann er beinn.
en við vitum að á honum eru margar lykkjur til hægri og vinstri. Og hver beygja í raun freisting fyrir okkur. Stundu stoppum við þessar beygjur og við lítum inn þann veg. Já, það gæti glóð og eitthvað þar. Þá ræður úrslitum á hvaða stað trúin þín þá. Þú horfir og þú ert svona við það jafnilega stíga þangað til að skoða þetta aðeins betur. En þá kemur trúin inn að því hún er orðið svo öflug, nei, ég ætla að halda áfram. Og hvað oft höfum við ekki sagt þetta í raun og veru, nei, ég ætla að halda áfram. Drottinn segir það við mig, Konráð, þú þekkir veginn sem ég er að fara. Og ég er ekki einn það að þekkja veginn sem ég er að fara. Við þekkjum hann öll. En það eru lykkjur á veginum. Beygjur. Þær vandinn. Þær geta verið sterkur minn. Þegar öll munum við verður okkur freistað af einhverju eða með einhverjum hætti. Og við munum þurfa að taka ákvörðun með einhverjum hætti. Og sé trúin nógu rótföst, þá segiru, ég ætla að halda áfram. Og þú heldur áfram. Þannig er þessi trúarganga. Hún er spurningin að halda áfram eða ekki. Þeir sem fóru inn á þessa leggi, hvar eru þeir í dag, þetta ágæta fólk? Ég hef ekki hugmynd það. Ég veit ekki einu sinni hvort allir eru lífs eða liðnir. En þeir höfðu sama möguleika og ég og þú. Þeir gátu tekið ákvörðun að ég skal samt halda áfram. Ég þarf að taka þessa ákvörðun. Ég get ekki bent á neitt nema sjálfan mig að taka þessa ákvörðun. Já, líf mitt hefur oft verið erfitt. En sumt veit ég að er rétt af mér að gera. Þegar ég hætti að drekka á sínum tíma og ég hætti 79 og hef ekki smakkað áfengi síðan, að ég vissi þá að það væri það versta sem gerðist fyrir mig. Og þegar maður er viss að eitthvað sé það versta sem gerist fyrir mann, þá Guð gefur mér visku til þess að halda mér þar. Og Guð gefur mér visku til þess að halda í það besta sem er trúin mín. Og hvað meira? Og ég geri söfnuðinn af vinum mínum á nýjanleik. Hafi eitthvað skolast til þar eins og alltaf hefur gerst. En á sumt lokum við. Og það hefur engin leið þangað tilbaka. Þannig að fara inn á þessa braut aftur sem ég var á til ársins 1979 er ekki inn í myndinni og hefur aldrei verið. Ég hef séð menn hrassa lappirnar á sjálfu sér og fara að velta sér aftur í þessu vínsölli eða þessum fíkniefna dæmi. En ekki ég. Veistu af hverju? Eins og ég var að segja á þann, það væri það versta sem ég lenti í. Og þessi vissa kom og hún fylgir mér ennþá. Og ég á annað, andhverfu við þetta, það besta var trúin þegar ég eignaðist hana. Þegar andi Guðs snart mig og fyllti hjarta mitt og ég fann að ég átti líka til trúar hjarta. Og það slær í brjóstu mínu með hinu holdlega hjarta mínu.
Og það fær mig til að tala með þessum hætti sem ég er að tala. Og það segir, framar ber að hlýða röddu drottins en mönnum. Og ég segi, orð Guðs er sannleikurinn. Við sjáum, þegar við tölum svona, að við erum að tala í sumra eyrum alveg eins og börn eða vitfirringar, eða hvað, ég veit ekki hvað. En þetta er sannleikurinn. Akkur er þetta svona? Akkur hoppa bara menn ekki hæð sína gleði yfir að heyra Guðs orð? Af því að fólk tekur ekki afstöðu með lifandi Guði. Það er vandinn. Það er það sem er að. En atburðurinn við skilnistýri góðs og ills er sannleikur, er staðreind, er það sem gerðist. Syndin flæddi yfir með hann sem var aðgerðalaus, valdalaus við skilnistýri góðs og ills, en fekk vald í gegnum vilja, manneskju. Og þannig er það ennþá. Það er í gegnum vilja minn sem ég leyfi ódáminum að sprikla ef hann er að sprikla. En nú á ég trú og hann er til hliðar. Hann er ekki að bögga mig, trúðu mér með það. En ég þarf að glíma við sjálfan mig, endalaust. Hugsanir mínar, vilja mín, langanir mínar. Og þarna tek ég ákvörðun. Og ég tek ákvörðun með söfnuðinum og ég segi, ég ætla að gera hann að vini mínum. Og Drottinn segi, svo skal verða. Við verðum að eiga eitthvað haldreipi og eitthvað afdreip. Ef ekki einu sinni söfnuðurinn er vinur okkar, hvar er þá þetta afdreip? Það er hvergi. En það getur verið fyrir þig í söfnuðinum. En þú þarft að breytast gagnvart söfnuðinum. Þú þarft að sjá Guð í verki í söfnuðinum. En sérðu það? Ég veit það ekki. Hvort þú sjáir það? Ég veit að það er búið að rugla svo margt. Ég veit að menn eru settir endalaust og stalla í söfnuðinum. Og það sem slíkt er ringulreið. Drottinn einn á að ríkja þar og ráða. Og hann ríkir þar og ræður með þeim trúaraugum sem hann gaf mér. En mín trúaraugu eru mín trúaraugu. Þú þarft þín. Mitt trúahjarta er mitt trúahjarta. Þú þarft þitt. Og sem einstaklingar sem blínum á Guð, förum við að elska það sem hann á. Og við segjum, Drottinn á söfnuðin. Þess vegna skal ég gera hann að vini mínum. Alveg eins og ég geri Drottinn að vini mínum. Því ég vil að allt sem hann á sé leið vinur minn. Þannig talar og þannig hugsar og boðar lifandi Guð. En ég þarf að taka ákvörðun þetta sjálfur. Þú gerir slíkt fyrir þig, en það breytir engu fyrir mig. Ég þarf sjálfur að stíga þessi skref. Og hver veit þetta ekki? Það vita þetta allir menn. Þannig við sjáum strangt til tekið, þá erum við ekkert að tala neitt torskili mál. En það getur tekið tíma fyrir okkur að átta okkur á þessu vegna þess að það er svo margt sem að rugla okkur. Við viljum ekki gera þetta einfalt. Við segjumstum vilja gera þetta einfalt, en erum með þetta rammflókið fyrir okkur. Við sjáum ekki Jesú í hásætinu.
Og við allt í einu erum orðnir andhverfir söfnuðinu sem hann bjó til. Að við sjáum ekki málið með þeim hætti. Hvernig má breyta þessu? Ég breyti þessu ekki neitt. Ég segi Drottinn, breytt þú þessu. Og þá gerast undur og stórmerki. Til að mynda, hann fer að eiga við hjarta einstaklings. Já, ég sé að Konráð Rúnar er eitthvað farin að snúast til ykkur áttar sem hann ætti ekki að gera. Hann byrjar að eiga við mig. Og hann vill eiga við mig. Hann vill fá mig aftur tilbaka til þess að fara að sinna því verki sem ég kallaði til að sinna. Og svo sér hann Palla. Að Palli greiði farin að svona rása eitthvað í rásinni sinni á göngulaginu. Og hann fer að eiga við Palla. Og Siggu. Það er eitthvað að gerast þar. Hún er farin að hugsa allt öðru heldur en hún hefur gert. Og söfnuðurinn er ekki lengur besti vinur hennar sem var til margra ára þó. Og hann fer að eiga við hana. Kannski tekst honum að snúa henni aftur til þeirra áttar sem hún horfði alltaf. En hver veit það? Við getum öll komist framhjá öllum þessum hremmingum. Veistu hvernig? Við notum þennan dag til þess. Við segjum, Drottinn, ég ætla að lofa því í dag. Ég ætla að horfa á hlutina eins og þú sérð þá. Þú gefur út yfirlýsingu. Ég ætla að gera söfnuðina að vini mínu. Eins og hún hefur alltaf verið. Þó eitthvað hafi fölnað þar, þá hefur alltaf einhvern veginn það sveifst frá og dýrðin í raun og veru af söfnuðin, hann blasir við eins og hann á að gera. Sjáu ekki hvar vandinn liggur. Við sjáum að hann liggur í afstöðu minni til mála. Kannski frekju minni, kannski yfirgangi mínum og kannski hugsununum að ég sé búin að byggja þetta allt upp. Og því öllu kjaftaði. Ég búin að byggja hvað upp? Hvað hef ég byggt upp? Hafi einhvað áorkast fyrir mínar hendur í minni trú, þó er það vegna þess að Drottinn atnir út í það. Ekki minn heiður. Það er þetta sem við þurfum að átta okkur á. Við þurfum að gefa Drottni heiðurinn. En það erum við að gera bara stundum. Svo allt í einu erum við komin á þann stað að ég er búin að byggja þetta allt upp. Hvers slags kjaftæði eiginlega er þetta? En þetta er maður. Og maður fékk trú til þess að Drottinn geti stýrt honum og stjórna sinn veg. Hann hefur talað. Orðið hans verður ekki hnikað til. Hans er dýrðin og heiðurinn og því verður heldur ekki hnikað til. Og hvar stöndum við? Já, ég er nú búin að byggja þetta allt upp. Hvernig getur það verið? Að ég og þú sem búin að byggja þetta allt upp þegar við viðurkennum að Drottinn kalla okkur til verksins. Hvernig getur það að vera að ég sé búin að byggja þetta allt upp? Eða þú? Það stænst ekki. Hvernig sjáum við þetta? Það heitir auðmýkt. Og auðmýktin er fyrir daginn í dag. Það er ekki nóg að hafa sýnt auðmýkt fyrir 30 árum, 40. Hún þarf að vera í dag sama auðmýkt og meiri auðmýkt jafnvel en var þá, því að við gerum ráð fyrir að menn hafi vaxið á leiðinni.
Þannig að auðmýktinn og skilningurinn og auðmýktirinn er orðið miklu ljósar en var þá. Það skal vera ávinningurinn. Þú sér að þetta er ekki fyrirhafnarlaust. Og lífið er aldrei fyrirhafnarlaust og verður aldrei fyrirhafnarlaust. Við þurfum að hafa fyrir því. Og að því við þurfum að hafa fyrir því og viðurkennum þetta, þá líka erum við að vaxa. Það er ávöxturinn af því að hafa fyrir lífinu sínu. Og við vöxum í þekkingu á orði Guðs og hvað meira. Við veitum að sumu verður ekki breytt. Og sumir komast á þann stað að þeir segja, úr því ég get ekki breytt þessu, þá ætla ég að ýta því til hliðar og ég ætla að hugsa annað. Og hann fer að grafa í orði Guðs. Það er þetta annað sem hann ætlar núna að fara að hugsa Þannig að þessi þegn sem þetta gerir, hann gengur alltaf bara veginn. Hann verður var við þessa leggi til hægra og vinstri eins og ég og þú. En hann hefur samt gengið áfram veginn. Freisting vissulega. En hann gekk áfram veginn af því hann vildi það sjálfur. Takk eftir því, hann vildi það sjálfur. Og nú skulum við fara aftur til trésins, skilningstrésins. Eva vildi þetta sjálf. Adam vildi þetta sjálfur. En bæði vissu ekkert hvað þau voru að gera, sem er allt annað mál. Adam, hvar ertu? Ég faldi mig að ég var hræddur við þig. Ég er nakinn. Veitu, hver sagði þér að þú væri nakinn? Af hverju spyr drottinn svona? Af því þessi blygðunarsemi var ekki til í hvorugu þessara hjarta. En með syndafallinu vaknaði hún og hún er ennþá til staðar. Enginn á okkur kæri sér neitt um það að vera allsnakinn niður í bæ. Og ef einhver sést þannig, þá er það líklega eitthvað að í þrotabúinu hérna uppi. Eða þá einhver aðrar aðstæður, einhver vímu eða eitthvað slíkt. Þá eru menn ekki með sér sjálfum. En allir sem eru með sér sjálfum ger ekki svona. Og þetta er einmitt það sem er vaknað hjá Adam. Ég var nakinn. Og ég faldi mig. Svo sagði hann, ég er hræddur við þig. Þannig er óttinn komin inn. Og hann er vágestur sem að oft hefur verið notaður til að beita ofbeldi. Og það er mikið af ofbeldi. Og það er ekki bara mikið af ofbeldi í dag. Heldur hefur ofbeldi alltaf verið notað sem afl til þess að draga úr líðnum. Við sjáum að það að vilja draga úr líðnum er ekki vilji Guðs. Hann gerir það ekki. Hann leyfir þér að velja. Að því hann gaf þér frjálsan huga og þú tekur ákvörðun í samræmi við það sem þú vilt sjálfur og sjálf. Trúin lítur þessum lögmálum. Guðs. Ég vel sjálfur hvort trú mín vaxi eða vaxi ekki. Ég veit hvað ég þarf að gera. Ég veit að ég þarf að halda í ákveðin grunnatrið til þess að auka möguleikan á að þetta gerist. Eitt sem að ég vel að hafa söfnuðin áfram sem vin minn. Þú getur ekkert valið þetta fyrir mig, en ég get valið þetta fyrir þig, en þetta er eitthvað sem við veljum sjálf, nú eða höfnum. Og Guð forði okkur frá því, en þetta er allt og algeng. Að þegar við metum fólk ekki með réttum hætti,
vegna þess að við elskum ekki alltaf hvort annað. Gremjurót kom upp og hún setti slæðu fyrir augun á okkur, gagnvart hvort öðru, og hún ástæðan. Þið sjáið, svo við gerum aftur, bendum aftur á okkur sjálf, þetta liggur allt hjá mér sjálfum. Allt. Já, vissulega. Þarf ég að glíma við fólk alveg eins og þú. En hver lætur leyfir fólki að hryggja eða gleðja? Ég sjálfur. Það er ekki rétt hjá mér. Þegar við horfum á þetta þannig, hvað kemur þá í ljós? Veikleiki minn sem segir við mig, Konráð, þú þarft á Jesú að halda. Og þessu verður aldrei breytt. Og það er gott og það er styrkur og það er huggun í því að átta sig á því að sömu verður aldrei breytt. En ég get komist framhjá því með því að laga til í mínu eigin ranni. Það er verkið mitt. En bara fyrir mig. Og þú sér árangur hjá fólki. Það hefur verið að laga til hjá sjálfu sér. Og þegar það sér að það getur það. Þetta er trúar reynsla. Þetta er svo reynsla sem Drottinn vill að við eigum. Og ég sé þetta að tíminn er kominn og við stoppum það bara hér. Og ég kveð og held þessu góða verki Drottins áfram og hvet þið til bæna fyrir þessu efni, góða efni.